Þá erum við komnir í upptöku og við ætlum að fara yfir sem sagt drög að kennsluáætlun. Og þetta sem sagt rökkrásir 2 og við eigum að fara hérna í gegnum notkun og notkunar möguleika á inntölvum, PLC eða PAC. Þetta bara með þá öflugri örgjörfum, þetta PAC og notkunar möguleika með þeirra. Þannig að í PAC-vélum þá þetta að nota Windows og allt mögulegt, skjákerfi og alls konar dót. Og þjálfunni í forritun samkvæmt staðlinum ESE 6.11.31.3 forritunarmál. Og síðan hérna þetta sem sagt 5 forritunarmál sem við svona förum í gegnum nokkur þeirra, þó minnst í gegnum struktúraðan texta en við förum aðeins í C-forritun örlítið bara, en þetta forritunarmál í struktúraðan texta ekki nákvæmlega C. Þetta sér sniðið forrit að þessum staðli og síðan setjum við upp nokkrar æfingar, einföld innstýrikerfi og tengjum þetta við þá skynjara og annað slíkt, förum við gegnum það og svo tökum við aðeins í síðasta hlutanum fyrir Arduino bretti þar sem við notum skynjara og tengingar þá inn á svona stærri kerfi og hvernig við getum forritað þetta. Við notum þá bara þetta Arduino IDE forritun við það og tengjum aðeinlega við skynjunarrásir. Og svo höfum við ákveðin þáttirna varðandi skynjaratæknina og það sérstakt verkefni, minna síðan númer 6, þar sem það farið í sérstök atriði varðandi mismunandi skynjara. Þá tökum við fyrir sem sagt í framhaldi af því sem við vorum með í randtækninni, þá notum við náttúrulega nánda skynjara og alls konar skynjara aðra og þá farið í gegnum það og í einu prófinu næst síðasta prófinu þá eru einmitt spurningar úr skynjaratækninni. Það hérna sjáum við hérna hlutapróf 3 hérna, skynjaratækni, það gildir hérna 15%. Þannig að svo að hérna við skoðum þá hvernig námsmatið það eru heimaverkefni 1-5 og við það 10% að vægi á þeim og síðan eru verkefni sem eru unnin á önninni. Þetta reiknast líklega út frá 10 skýrslum og öll með sama vægi og spurningi hvort að ég færi eitthvað til þarna á milli. Þetta ekki endanleg kennsluáætlun, sem sjáið það, hérna stendur drög, þannig að það gæti kannski breyst eitthvað en við svona stefnum að þetta verði svona megin línurnar í þessu og eftir að við erum búin að keyra fyrsta hlutan og dálítið vel komið fram í þessa spönn að þá tökum við hlutaprófur hérna fyrsta hlutanum sem svona, já, gæti verið bæði rásir með stigaritum og flæðiritum hugsanlega. Það myndi gilda 15% og kannski þá meira flæðirit líka þá í hlutaprófi 2, það líka 15% og síðan í hlutaprófi 3 þá þetta skynjaratækni sem að ég myndist á áðan. Það rauninni bara eingöngu skynjaratækni, það próf, það 15% líka. Og svo í síðasta prófinu að þá væri þetta svona úr öllu efninu, svona sitt lítið hverju, en við förum yfirleitt í eitthvað svona æfingapróf fyrirfram þannig að þið sjáuð að hverju við stefnum. Og svo þetta bara hefðbundið texti eins og alltaf að ef að til dæmis það laukilmannsþáttur hérna í lokin, þannig að ef að eitthvað klikkar þar þá hafið þið möguleika á endurtöku
og lágmarkseinkennin þar 4 og lágmarkseinkennin út úr áfanganum náttúrulega 5 og þannig að það bara eins og hefðbundið Nú við erum með svona tiltölulega einfalda áætlun og við notum forritið Control Expert og notum verkefni til þess að læra á forritið 1 til 1A, 1B og 1C og þetta á eftir að flæða eitthvað á milli vikana en svo reyndi ég að setja upp svona heimaverkefni í hverri viku hér og hins vegar þá tímafjöldin helmingi meiri í hverri viku heldur en á venjulegum önnum þannig að þetta svolítið hröð keyrsla í gegnum þetta en við erum ekki með neina svona 4 samfellda tíma þannig að við eigum að geta hvílt okkur aðeins á milli samt sem áður þannig að sko ég svona gæla við að reyna að klára sem sagt þetta pakka 1 fyrir páska en það gengur ekki þá getum við tekið aðeins 1C þarna eftir páska en ég byrja sem fyrst þá á pakka 2 og það eru bara áframhaldandi æfingar og uppsetning á kerfum og síðan síðasti hlutinn það svona skynjaratækni með Arduino það þá frá 3 upp í 3C og síðan koma að tikka þessi próf inn bara svona í röð í lokin í hverri viku þá 1 próf og ef við lítum á þetta í innunni að gæti kannski við þurfum aðeins að skoða hvort þetta passar saman eða ekki en við þurfum að gera ráð fyrir að við höfum tíma fyrir endurtökupróf í síðustu vikunni þess vegna ég með prófið fjórða prófið í 19. viku og ætla að sjá hvort að það gengur ekki upp við erum þá hér og við skulum nú sjá þá við sjáum ekki vikunúmerið en þetta þá 12. maí sem að próf 4 væri og við skulum sjá hvort að það gengur ekki örugglega upp sko jú, það passar það 10. til 16. maí nei, jú, býtu nú, hvernig þetta? Já, þetta bara vitlaust mánuður já, þetta var 10. til 50 bara villa smá villa í öllum kennsluáætlunum í forminu sko bara óvart settur inn vitlaust mánuður en þannig að mér sýnist að ég hafi þá sett þetta próf 4 þá það í viku 19 og síðan próf 3 skiljanatæknin þá 7. maí og það þá 3. til 9. það passar, það þá 7. maí inn í þessu próf 2 í vikunni það sem 30. apríl og það passar það þá í próf 2 í viku 17 og í 16. viku þá próf 1 þannig við sjáum það bara í lokin þá bara próf í hverri viku skiljið þannig að þá erum við örugglega búnir að fara í gegnum allt efnið og við erum búin að skoða einhver æfingarpróf áður og við förum í þetta í þessi próf svo þannig ætlaði ég að reyna að keyra þetta svo að heimaverkefnin svona verkefni að setja upp stigarit og eitthvað slíkt og við getum notað
í sambandi við það forriti sem frá Allen Bradley sem kallast PicoSoft og það, ef við skoðum þetta í efni þá ættu að geta náð í það. Já, það hérna við notum aðeins hérna PicoSoft 3, getum við þetta notað PicoSoft 6 aðeins, það er þetta að setja það aðeins stærri inn stigarittar inn og síðan hérna skoða ég þetta setna með önnur forrit sem við þurfum að nota en þannig að ég er allavega búin að opna fyrir það. Þetta í rauninni zip-skrá, þið þurfið að afþjappa zip-skrána og já, svo þarf líka að keyra setup skrá til þess að hérna PicoSoft forritið verði tilbúið. En þetta forrit sem við notuðum í fyrri áfanganum. Ég held að flestir hafi nú notað líka í segulagastýringar áfanganum. Rafmagnsvæðið þarna eða það sem að við vorum með mikið tengt upp af segulagastýringum og svo segulagastýringar með svona iðntölvu eða stýrivél og þá notuðum við líka svona easy stýriliðan og notuðum við mitt þetta forrit þar svo að þið þekkið þetta forrit og hér undir efninu þar svona ýmislegt sem við þyrftum kannski á að halda og hérna ég búin að opna fyrir þetta enska efnið og heimaverkefni eru þá hérna. Ég get að opna fyrir þau hér og síðan koma verkefnin í rökkrossunum og ef ég hérna byrja til að opna hérna fyrir vélstjórnkerfið þá held ég að við förum bara í það að ræsa forritið og setja upp þetta. Ég er búinn að opna hérna fyrir verkefni 1 þannig að við getum hérna átt okkur því hvernig við setjum upp vélina. Ég held að sé þar uppsetningar leiðbeiningar. Svona sjá aðeins að skoða það og þó býtum nú við nei ég þarf eiginlega að opna hvað þarf ég að opna hérna næsta verkefni líka það sé hérna í blöndunarferlinu sjá já hérna sem sagt í verkefni 1b þar betur sem sagt sýnt hvernig að setjum upp vélina. Þannig að þið skulle opna bæði hérna, verkefni 1a og 1b. Byrjið á því. Í verkefni 1b það ágætis mynd þar sem við getum farið eftir til að setja upp vélina í forritinu. Control Expert. En í 1a þá hef ég bara ekki verið búinn að setja upp þessa mynd eða ekki hugsað út í það. Sjá, það hérna þetta heitir rauninni Control Expert, ég hef ekki verið búinn að breyta þessu hérna. En allavega þetta verkefni 1a og við byrjum á því en stillingarnar sem sagt í forritinu sem við þurfum að setja upp fyrir inntöluna það í 1b. Það hérna. Svo að þá bara komið að því að ræsa upp sem sagt forritið sem við notum megnis í þessum áfanga og það
lítur út svona hjá ykkur á það lítur út svona íkonið, sjáu þetta hérna Control Expert, þetta frá Schneider, þetta ætti að vera á skjáborðinu hjá okkur einhvers staðar, passa það ekki? Og það tekur svolítið tíma að opnast, ekki verða óþolinmóðir hafa þetta séð svolítið lengi að fara í gang. Það eins og að sé ekkert að gerast, en það að fara í gang. Já, núna komið það komið hérna vísbendingum að forritið sé að fara í gang. Og hjá mér kemur einhver smá viðvörun. Það segir hérna the DTM catalog seems to be out of date. Would you like to update it first? Og ég held að sé gott að hérna smetla á já, yes þarna, vegna þess að ég var að biðja tölvudeildina að uppfæra eða láta þær uppfærslur taka gildi sem að væri komnar núna fyrir þessa önn. Þannig að ég ætla að segja hérna já ef þið fáið þessa tilkynningu sem mér finnst mjög líklegt að þið fáið. Fenguð ekki þetta hjá okkur? Já. Ok. Og þá tekur þetta dálítinn tíma allavega hjá mér að uppfæra þennan hluta. Þá segir hérna það búið að uppfæra DTM katalóg og þá getum við byrjað og í rauninni þá þurfum við átt okkur á því hvar við setjum þetta upp, sem sagt það sem að við byrjum að gera það að smella hérna á New Project, það allra fyrsta sem við gerum og það tekur smá stund og væntanlega kemur þá Project Browser strax upp, reyndar ekki heldur. Við förum bara strax í það að velja vélina. Þess að örgjörvaeininguna sem við erum að nota. Og þá bara að gera að opna verkefni 1B og það að setja þetta til hliðar hjá ykkur á skjáinn og stilla þannig inn. Svo sjá hvað ég með þetta. Já. Við erum að reyna að finna forritið, hvert ætli það hafi verið. Ég ætla að reyna að ná því hérna. Þetta það kom ekki fram hérna í þessu, það vill vera bara eitt á sér sko. Sjá, já, af því að þessi skjár var opinn. Já, ok. Þá hérna, já, ég get ekki breytt þessu, en ég ætla að reyna að hafa hérna þetta til hliðar. Og þá sjáum við hérna örgjörvaeininguna sem við þurfum að velja. En sjá, býtum nú við. Já, við þurfum að byrja á því í rauninni. Og þá sjáum við hérna er CPU og það er hérna Modbus Ethernet.
það er það sem við þurfum að velja hérna. Því að hér sjáum við BMX P34 2020. Þetta hérna er örgjörvaeining hérna í sökkli númer 0. Já, hérna ofar, þetta er rauninni, það er spennugjafinn sem kemur hérna fram. Hann er merktur hérna 2010, við breytum honum á eftir og svo er bara sökkullinn sjálfur sem hérna. Þannig að allra fyrst að þá veljið þið þetta hérna BMX P34 2020 og sko vélinn heitir sko M340 og þá er þetta merkt hérna CPU 340-20. Þess að tengingarna framan á eru fyrir Modbus og fyrir Ethernet og þess vegna erum við að velja þessa vél. Svona, þá getum við haldið áfram. Þá veljið þið þessa vél hérna og það tekur smá stund að setja henni upp og eftir það þá eigum við eftir að setja upp einingarnar. Við skulum smetla á cancel hérna vegna þess að við notum alls ekki password í þetta því að það getur við læst ykkur úti sko auðvitað. Þið getur týnt þessu og allavega. Smellum á cancel hérna. Það hérna gerist ekki neitt, það lokast ekkert forritið eða neitt. Það er bara endilega að smella á cancel, ekki nota password. Alls ekki. Við erum hérna í skóla og erum ekkert að útiloka neitt aðgang hérna. Já, hvað eigum við að velja? Sko, við förum hérna undir Project Browser, undir Configuration, í plusinn hérna. Við sjáum hérna PC Bus. Þá smellum við hérna plusinn við þennan kassa hérna sem er sökkullinn, sem er merktur BMX XBP 0800. Þetta er sökkullinn. Og þar fyrir neðan er spennugjafinn og það allt saman. Svo kemur örgjörvaeiningin BMX P34 2020 en til þess að fá myndina hérna til hliðar þá bara tvísmellum við á hérna kassan. Á hvaða kassa? Þennan hérna sökkulinn BMX XBP 0800. Tvísmellum á hann, þá sjáum við hérna til hliðar mynda af hérna sökkullinum og hérna er komin einhvers spennugjafi og örgjörvaeiningin, hún er hérna rétt. Þannig að þá getur maður líka séð maður bætir við einingum hérna hvernig það raðast hérna niður á þennan lista. Eru komin við þetta hérna? Já, og þá hafið þið í verkefni 1B allar einingar sem við setjum inn og við skulum byrja því að setja inn rétta tegund af spennugjafa. Þið sjáu þar að hér er merkt CPS 2010 en það sem er hérna í forritinu það er CPS bara 2000. Þá merkjum við þennan hérna og eyðum honum út bara með því og delete. Svo hérna tvísmöllum við bara þetta auðasvæði og þar veljum við 2010, já. Annarkot tvísmöllum þar eða merkjum það því að þetta er standard einangraður, isolated DC power supply og þetta er rauninni bara 24 volta spennugjafi, hann fær inn á sig 24 volt. Segjum OK og þá erum við búin að setja rétta spennugjafa. Síðan, þetta er rétt örgjörvaeining, svo skulum við skoða hvaða einingar koma hérna í viðbót. Hérna í sökkli númer 1, þá erum við með hliðræna einingu
sem sagt analóg. Það fyrsti stafurinn hérna A sem bendir til þess að þetta sé hliðræn eining fyrir analóg og hún heitir AMM 0600 og þá tvísmellum við á þetta hérna og veljum analóg hérna, plúsum á hann og leitum hérna að AMM 0600 og þar fyrir eru skýringar. Það eru 4 inngangar spennu eða straum og 2 útgangar spennu eða straum, sem sagt hliðrænir inngangar og hliðrænir útgangar, sem sagt stiglaus spenna, stiglaus straumur, stiglaus fyrir bæði inn og út. Segjum ok að þetta. Fáum AMM 0600. Þetta fyrir hitamælingar, þrýstimælingar og svo framvegis. Og svo sjáum við hérna fyrir neðan það er sökkull 2 og þar erum við með digital inngang eða discrete eins og við kallaða hérna því það eru stakir inngangar DDI 1602 og þá finnum við hérna og þessi hérna kafli heitir discrete og þetta hefur verið þýtt yfir á íslensku þetta orð discrete sem stak eins og stak í mengi, skiljið, hugtak úr mengjafræðinni. En við látum það ekki trufla okkur. Þess að við veljum hérna, þetta er bara digital inngangar hérna, 1602 og það sér 16 inngangar, 24 volt. Hérna, nei, ég fór í villast hérna, DDI 1602 hér. Það er 16 inngangar, 24 volt, DC, syncing. Hvað þýðir syncing? Það þýðir það að þetta er fyrir NPN skynjara. Við þurfum að tengja þá NPN skynjara við þessa einingu svo að hérna, það virkir rétt. Það er sem sagt DDI 1602. Ok á það. Og síðan útgangarnir, þá skoðum við hérna í verkefni 1b að útgangarnir heita, útgangseiningin heitir DDO, O stendur fyrir output en I stóð fyrir input. Þannig að DDO 1602, það er svo eining sem við ætlum að finna. Og þá förum við hérna aftur í discrete og finnum hérna DDO 1602 en þetta er transistora útgangseining og sem gefur hámark 500 mA fyrir hvern transistor og það eru 16 stykki af þessum transistor útgangum og þá segjum við bara ok á það og þá erum við konum með allt sem að tilheyrir þessu. Þessa skrá getum við bara vistað sem til dæmis bara uppsetning. Þannig að við eigum alltaf til svona keisluhæft eða sem sagt uppsetningu sem er keisluhæf. Og ég held reynlega að það sé hægt að gera það. Ef við smellum hérna þá til þess að geta vistað þetta þá verðum við að fara hérna í Analyze. Það er hérna hjá mér, þetta er rétt undir Help hérna og þá er hægt að smella í Analyze Project, það er að tjekka á því hvað er einhver villa í þessu. Það virðist hafa gengið í gegn og svo myndum við fara hérna í Build og það er Rebuild All Project. Þá gerum við það líka. Og þá ætla ég að vonast til þess að ég geti vistað þetta sem sko uppsetning svo að við getum alltaf náði í þessa uppsetningu þannig að við þurfum ekki að vera að setja upp vélina alltaf aftur og aftur í byrjun á hverju verkefni. Og já, ég er að vona það að ég fái tölvudeildina til þess að hleypa ykkur heimanna frá okkur inn á ykkar tölvu til þess að halda áfram í verkefninu. Eða þið eru kannski farið austur á land eða vestur á firði og þið getið loggað ykkur þar inn í gegnum sem sagt inn á tölvu hér og haldið áfram með verkefni eða
gert heimaverkefni heimann frá okkur. Og þá fer ég hérna í File og Save Archive. Það er það næsta sem ég geri hérna. File og Save Archive. Þetta er þessi skráarsafn sem ég ætla að vista hérna. Og ég ætla að láta þetta heita uppsetning. Það væri þetta. Já, hérna er komin margar uppsetningar. Segi bara uppsetning. Þetta er bara 2 hérna. Ég get ekki valið Save Archive. Já, þá ertu ekki búinn að smella hérna á Analyze Project og Rebuild All Project. Þá verður að byrja á því. Hvað gerir þú? Þú verður að, þegar þú ert búinn að setja allar einingarnar og allt rétt hérna upp, þá verður að smella hérna á Analyze Project. Það er þess að villuleita skrána. Og síðan þarftu að smella á Rebuild All Project. Og þegar þú ert búinn að því, þá ættur að geta farið í File, Save Archive. Og þegar ég er búinn að fara í Save Archive, það er yfirleitt ekki alveg nóg, þá er öruggara að smella síðan á disklingin eða smella á Save. Ég ætla bara að smella hérna á disklingin og þetta heitir hjá mér uppsetning 2 og það er ennþá stjarna hérna sem þýðir það er búið að breyta skráni eitthvað og ef að stjarnan hverfur, því að nú þarf ég að vista STU skrána. Þegar ég smetla á disklingin þá er það STU skráin sem er vistast en Archive er STA skráin. Þá smetla ég hérna á Save. Þá vistast uppsetning _2 skráin hjá mér. Og það tekur dálítinn tíma að vista þetta. Og nú sjáum við það hérna að það breytist nafnið hérna alveg efst uppi. Stjarnan hún hverfur. Því að stjörnumert nafnið á skránni þýðir það að við höfum gert breytingar á skránir og við höfum eftir að vista síðustu breytingar. Nú er ég búinn að vista þær breytingar sem ég gerði, ég breytti engu, ég setti þetta bara upp svona, svo bara fór ég í Save Archive og síðan smellti ég á disklingin og áður en ég smellti á disklingin þá var stjarna hérna. Eftir að ég smelli á disklingin þá kemur nafnið upp og stjarnan hverfur því að þá er ég búinn að vista það síðasta og núna má ég slökkva á forritinu. Þá get ég náði þetta aftur. Og þegar ég ætla að byrja á verkefni 1A eða bara hvaða verkefni sem þá næ ég þessa uppsetningu mína og ég fer þá í File, Save As. File, Save As. Og þá ætla ég bara að láta þetta heita núna, breyti þessu uppsetningu í verk 1A og ég ætla að láta viðbót hérna undirstrik VAFGK til þess að merkja að þetta er vélgæslu kerfi. Sem sagt, verk undirstrik 1A undirstrik VAFGK og hjá mér kemur .stu vegna þess að þetta er STU skráin og ég smelli á Save. Og þá er ég komið með nýtt nafn hérna og þið þurfum að klára þetta og síðan setjum við inn förum við opnum verkefnið og skoðum hvernig við höldum áfram. Ég ætla að fara bara aðeins, býttu nú við, þetta er, restore down, býttu nú við, já, aðeins að hérna breyta þessu hjá mér og til þess að ég fái hérna verkefnið 1A hér, sko sjá, hér er 1A, já, ok. Þá ætlum ég að færa það, þetta er 1A, ég ætla að setja það hérna megin, já, þá get ég fengið forritið hérna megin.
Ok, en auðvitað getum við svo losað okkur við Project Browser og hardware katalóg líka, það er náttúrulega sjálfsagt að loka honum, loka hardware katalóg til þess að fá meira pláss og þá sjáum við hérna restina af Project Browser, en við þurfum að fara inn í Project Browser þegar við byrjum á þessu. Sko, við getum þurfum ekki að hafa þetta alltaf uppi, við getum minnkað þetta hérna niður, þannig að það er alltaf hægt að endur setja þetta upp eða fá þetta fram á uppstækkað. Við getum farið hérna í Minimize og þá raðast þetta hérna niðri fyrir uppsetningin á vélinni. Og þannig að hér er ég með svona fyrirmæli og við ætlum að sem sagt byrja á þessu verkefni 1A og við ætlum að byrja á einhverju kerfi sem að þið þekkið vel, sem að hafið komið nálægt þessu sem sagt vélarrúmum og öðrum stöðum þar sem að vélgæslukerfi eru í gangi, og því að þá er auðvelt fyrir okkur að átta okkur á notkunarmöguleikunum á forritinu og það sem hægt er að gera. Það sem við byrjum á það er að setja inn sem sagt undir New Section í það sem stendur hérna Programs. Þið farið hérna inn í Project Browserinn sem sagt, skoðið hann. Það er alls konar dót hérna, fyrst er náttúrulega Configuration, uppsettingin á vélinni og svo kemur alls konar variables og motion og communication. Þetta er alveg hellingur sem hægt er að gera með þessu forriti. Og undir Programs, þar kemur Tasks og undir því kemur Must-mappan. Þar smellum við á plúsin því að þar inni, þar kemur okkar forrit. Og það er búið að breyta þessu forriti örlítið eftir að ég skrifaði akkúrat þennan texta hér. En það er það að við þurfum að fara í New Section undir Logic. Þá förum við hérna í New Section. En það þýðir ekkert að gera það hér og það er ekkert hérna sem New Section. Við verðum að fara undir Logic því að þar koma til dæmis eins og stigaritin okkar og flæðiritin og það fyrir undir Logic. Þá hægri smellum við á, erum búin að finna þetta Logic undir Must, undir Programs, Task, Must og Logic. Þar förum við í New Section. Og af því að við erum búin að vista þetta og þá þarf ég bara að staðfesta að ég ætla að breyta því sem ég var búin að vista, sem bara já, af því ég ætla að búa til forrit hérna. Og þegar við setjum nafn á verkefnið okkar, að þá þurfum við að passa að setja enga sér íslenska bókstafi og ekki bil og engin svona, það er hægt að nota undirstrik í staðinn fyrir bil og ég held ekki punkt heldur sko í nafnið. Við þurfum að hafa allt í þeim bókstöfum sem ASCII-skráin viðkennir. Þetta er ekki Unicode sem við megum nota þarna, þetta er bara ASCII. Og þá ákveðin númer á ASCII, ég man ekki nákvæmlega númerið, en allavega að við getum sagt bara, við megum ekki skrifa V, það væri bannað fyrir vélgæslukerfi. Þannig að ég myndi segja bara skammstafa þetta bara og skrifa hérna VAF, stórt G og stórt K fyrir vélgæslukerfi. Og ég gæti líka sagt þetta væri verk 1 sko, hérna fyrir framann. Ég skrifa hérna fyrir framann verk og af því þetta er ekki
Já, þetta heitir verk 1a, verk undirstrik 1a undirstrik vafgk. Þetta væri ágætis nafn, en nú þurfum við að passa okkur á einu þegar við erum búin að gefa þessu nafn sem er ekki með sér íslenska stafi, ekki tónn, eð, æ og öf og allt þetta, ekki sem sagt komur yfir í og á og svoleiðis, það er allt saman bannað. Þá þurfum við að velja sem sagt hvað við ætlum að gera hérna, hvers konar forrit við ætlum að setja upp. Við ætlum ekki að vera með struktúraðan texta, svona svipaðan eins og Pascal eða C++ eða C-forritun eða eitthvað slíkt. Við ætlum ekki að vera með instruction list. Þetta eru þessi 5 forritunarmál sem eru hérna. Instruction list er skipanarlisti sem við setjum ekki hérna inn. Við setjum ekki function block diagram hér, en við eigum eftir að læra að nota function block diagram heilmikið. Og líka það næsta eigum við eftir að læra, það er sequential function chart. Við notum það ekki núna, en þetta er flæðiritið, SFC. Það næsta hérna er ladder diagram sem við þekkjum mjög vel. Það er það sem við ætlum að velja. En þetta hérna neðsta er nefnilega fyrir bara gamla vél sem er ennþá í gangi einhvers staðar í heiminum. Þannig að það er möguleiki að forrita hana, en þetta er ekki eitt af þessum stöðluðu forritunarmálum í ESC 6.11.31.3 staðlinum, heldur það eru þessi 5, 1, 2, 3, 4, 5, það eru þessi 5 forritunarmál sem eru stöðluð í ESC 6.11.31.3. Þannig að það er ladder diagram, það er flæðiritið, það er function block diagramið, rökkrásarritið sem sagt, og það er skipanlistin, instruction list og struktúratexti. Það eru þessi 5 forritunarmál. Þannig að við skulum smetla hérna á LD, þannig að þið sjáum það að language breytist yfir í LD hérna, og núna smetlum við bara á OK. Og núna getum við minnkað, fengið okkur meira pláss fyrir stigaritið okkar, og þá lokum við hérna Project Browser með því að smetla á X-ið hérna. Því við getum alltaf opnað hann aftur, þannig að hann er hérna, Project Browser, hann er hérna við hliðina á Rebuild of Project. Við erum eftir að gera oft Analyze Project og Build Changes og Rebuild. Hérna er Project Browser, við getum alltaf opnað hann hérna aftur. En við skulum loka honum aftur hérna og stækka þetta upp. Ég veit ekki hvort ég næ, ég get svo sem stækka þetta svona. Ég get líka gert annað þegar maður er með fleiri sem sagt svona flipa opna. En við getum líka bara reynt að stækka hann hérna upp svona. Það er hægt að gera þetta með einum smelli. Það er þetta tile vertikali, það er hérna gluggi dálítið langt til hægri. Þess að bara stikan, hún sést ekki öll núna. Og ég ætla að fara þá hérna neðar til þess að núna eru við í fyrsta liðnum hérna. Og þá flettum við hérna neðar til að skoða mynd. Og við förum alla leið hingað í mynd 1. Þessa mynd byrjum við að setja upp. Hérna sjáum við fyrst tímaliða, vegna þess að í velferðskerfinu þá höfum við senkun á bilun. Og þetta er þessi senkun, þessi tímaliði hérna. Og kemur hérna inn bilun A, senkun A og svo framvegis. Og við getum í rauninni byrja á því að setja þetta upp svona og skrifað inn tvísmelt á normally closed þætti eða normally open þætti og skrifa þetta inn og þá er stundum að við lendum í því að nöfnin eða þessi nöfn þau komast ekki inn í data editorinn. Þess vegna er þetta alltaf gott ráð að byrja hreinlega á að setja upp data editorinn áður en við setjum upp stigaritið. Og það gerum við
ég held að það sé einhver listi hérna, já er það ekki? Nei, það er engin data editor hérna, listi. Þannig að við skulum bara telja saman og það er kannski hægt að gera það á þessari síðustu mynd hérna. Hér er allt stigaritið, þá held ég að sé einlega öll gildin hérna sem við þurfum að setja inn í data editorinn og líka hérna raungildi A og markgildi og allt það. Það er kannski ágætt að setja þetta bara allt saman inn í data editorinn áður en við byrjum að setja upp ladderinn eða stigaritið. Og þá finnum við data editorinn að hann er hérna bara aðeins lengra heldur en Project browserinn. Það er bara eitt tákn á milli og við smellum hérna á data editor og já, við getum alveg stækkað hann upp hérna eitthvað svona. Það er bara ágætt að hafa þetta hlið við hlið. Þannig að núna þá bara byrjum við að ryðja öllum þessum texta hérna, nöfnunum og öllum ingangunum og útgangunum hérna inn í data editorinn. Smellum við hérna undir name og skrifum bara inn bilun A. Og það er eins í þessu að við notum ekki sér íslenska stafi. Eftir að ég er búin að skrifa bilun A og íti ég hérna bara á enter. Og kemur hún sjálf með þetta og ég ætla við erum búin að skrifa bilun A og ætla ég aðeins að breyta hérna hvað tegund þetta er. Þetta væri sem allt í lagi að nota bool en það er ýmislegt sem við getum nýtt okkur í extended bool. Það er hérna e-bool sem þýðir extended bool. Það eru fleiri bitar sem tilheyra þessu nafni og það er fleiri möguleikar sem hægt að nota við þetta. Og þess vegna vel ég að hafa þetta í bool. Þannig hafi alla möguleika fyrir hendi. Extended bool. Næsta sem ég geri, það er að nýta mér möguleikana í þessu forriti. Þannig að ég er latur að skrifa. Ég segi það, ég sé latur að skrifa, ég veit það ekki, ég heldur að upplega það þannig sérstaklega. Það eru sumir sem er latur að skrifa og þess vegna er bara þægilegt að nýta sér möguleikana þar að íta það niður og draga til. Þannig að við getum bara breytt nafninu yfir í bilun B af því að við eigum það líka til. Og þá þarf ég bara að smella nokkrum sinnum, rólega bara, og breyta bilun A í bilun B. Hvað gerði ég vitlaust hérna? Bilun A. Það er nú eitthvað frosið hjá mér. Nei, ok, núna lagast þetta og ég ætla að breyta þessu í bilun breyta þessu í B. Jó, það gengur og svo bara enter og þá breyti þessu þannig að kemur bilun B. Ok, síðan sé ég hérna að ég er ekki með bilun C þannig að ég ætla að láta það duga. Síðan kemur senkun A og senkun B. Það er ég að nota, þannig að þá skrifa ég næst hérna, já, senkun, undirstrik, ekki bil, senkun A og enter og þá sjáum við það, við þurfum ekki að breyta hérna aftur í íbúl, það bara helst hérna alltaf, íbúl, áfram. Senkun A, svo ætlum ég bara að draga hérna niður og breyta þessu yfir í senkun B. Og ef þetta er blátt þá hverfur allt saman ef það fara að skrifa þannig að ég fæ bendilinn til að blikka hægra megin við þetta og breyta þessu í B og sem sagt ég get hérna farið í sjálfhelda A og þá er örugglega til sjálfhelda B þá skrifum bara A í sjálfhelda, ekki A með kommu, það má ekki. Sjálfhelda A. Ok, og svo bara dreigja þetta niður fyrir sjálfhelda B.
að læta blikka hérna hægra megin við áður en ég byrja að breyta. Sjálfhenda B. Og svo hef ég hérna kvittun A. Og ég fæ hérna kvittun B líka. Dreg þetta hérna niður og breytum þessi A í B. Og svo er ég með hérna grænt A. Og til þess að búa til æið þá get ég skrifa bara AE, er það ekki? GRA-E-N-T, grænt, undirstrykk A, enter, og það er líka grænt B. Dreg það niður og breyti A í B. Svo hef ég líka rautt A. Og fæ ég rautt B. Og seinkunar komin, sjálfhauta komin. Já, svo sé ég hérna, hér er blikkari og svo er ég með, já, stoppblikk líka. Ok, ég ætla að skrifa fyrst inn stoppblikk A. Og fæ hérna stoppblikk B. Ég ætla að setja einlega blikkaran bara inn síðast vegna þess að ég þarf að hafa hann má ekki vera í búl, það er system bitið sem ég ætla að nota í honum og þá þarf ég að breyta því yfir bara í búl á eftir. En svo er eitt hérna sem að heitir snöggmerki A og snöggmerki B. Ég ætla að bíða með blikkaran aðeins og þá nota ég bara O, ekki Ö, af því að það er bannað í þessum kóða, ASCII kóða. Snoggmerki A. Þetta er það sem að IC2 rásin gerði í vélgjörstukerfinu hjá okkur, munið eftir úr rafeindatækni B. Rafeindatækni 2. Það er þessi kassi hérna, Timer Pulse. Hann kemur í staðinn fyrir IC2 555 timerinn. Og ég ætla að fá snöggmerki B líka. Og við erum með flautu og hverfiljós, flauta og hverfiljós, og við erum með stopp. Við erum með flautu stopp, það er sameiginlegt. Það fyrir ekkert eftir A og B, flautustoppið, við getum notað það hvar sem er og hvernig sem er. Og síðan er ég hérna með flauta og hverfiljós. Flauta, og af því ég má ekki nota bil þá set ég undir línu hérna. Flauta og aftur undir strik eða undir línu hverfiljós.
Svona, og þetta er líka íbúl. Já, ég var kominn með grænt og rautt. Já, flautuna og það allt saman og stopp, blikk, já, A og B, snöggmerki B og sjálfvelda og B, það er allt saman komið. Þá er í rauninni, held ég, næsta allavega hjá mér er bara að setja inn blikkarann. Ég held að ég sé hvað ég veit að stopp, já. Þá segi ég hérna blikkari og nú þarf ég að breyta af því að blikkarinn, ég ætla að nýta mér já, var bara 1K í þessu hérna í verkefni, já setjum 2K í þetta og við höfum að breyta þessu úr íbúl yfir í búl vegna þess að þetta er systembiti sem ég ætla að nota hérna og býttu nú við, adressa, hvar kemur adressa hérna fram? Þetta er adress, já. Og við höfum sjá, ég held að ég hafi hérna við þurfum að segja að þetta sé sem sagt viss tvang eða adressa, þá þarf ég að byrja á því að setja prósentumerki og stórt S stendur fyrir systembita og þessi systembiti er nummer 6 og fyrir blikkarann. Hvað skrifar þú? Prósentumerki stórt S 6. Það er hann líka réttbóla? Nei, hann er systembiti og þá er bara af á merki og það er bara búl. Við myndum fá bara villu ef við myndum ekki breyta sem sagt þessu yfir í búl. En þessi hérna er stanslaust sem sagt að blikka í sem sagt örgjörvaeiningunni. Þetta er bara tekið upp úr rásinni í eða já, það er bara ákveðin biti sem að við notum úr sem sagt miðeiningunni eða örgjörvaeiningunni sem er sífellt að blikka. Svo getum við í rauninni hérna bætt við þessum gildum hér sem að er raungildi A og markgildi A og B, já, og svo getum við sett inn eitthvað sem að heitir upphafspúls sem að já, sem að setur inn ákveðið tölugildi inn í þetta minnshólf. Þetta náttúrulega setjum við ekki kannski alveg allt upp í dag en við myndum fljótlega að fara í þetta þannig að það er ágætt að vera tilbúin með þessi nöfn í data editorum þannig að það sé hægt að bætast við. Við skrifum hérna inn bara raungildi A raungildi undirstrik A og þetta er ákveðið, þetta er minnishólf og það sem við veljum hérna er heiltala
Heiltala er merkt hérna inn sem integer. Við þurfum ekki konnutölu. Við ætlum að bera þetta saman við heiltölu. Þá breytum við þess að þetta er ekki bool, þetta er int, integer. Svo að það er þess að er tala sem við setjum hérna inn, það er bara heiltala. Og við höfum raungildi b. Og breytum við þessu og þá sjáum við það að þetta heldur áfram að vera integer hérna. Breytum a í b, raungildi b. Og svo höfum við hérna markgildi. Við getum sett þessar stærðir inn í eitthvað minnishólf þar sem við skiljum hvað þessar stærðir þýða. Og það er tilgangur með því að merkja minnishólf með svona nöfnum. Að það er áttum okkur á því hvernig þetta virkar og hvað er verið að gera í forritinu. Þannig að þá þetta ákveðið viðvöruna mörk og þess vegna köllum við þetta markgildi. Markgildi a og markgildi b. Hvernig típa er þetta? Þetta er integer, þetta er int. Hver er svona flinkur að spila á píanó? Ok. Og er eitthvað fleira? Já, sko, upphafspúlsinn, við þurfum í rauninni, við þurfum ekki að gefa honum nafn. Við getum sett hann bara beint inn í stigaritið með því að skrifa þessa línu, þessa adressu eða þetta vistfang, prósentmerki S13 og þetta setur bara inn þetta tölugildi 380 inn í minnishólf sem heitir markgildi A og í hinum tilfellinu B þá flytur það tölugildi 500 inn í markgildi B þegar við setjum tölvuna á run. Þegar við byrjum að keyra forritið þá gerist þetta að minnishólfið sem heitir markgildi A fær töluna 380 og markgildi B fær töluna 500 og þá eru bara tilbúinir til að bera það saman við raungildi sem við búum til bara með svona sleða sem við setjum inn í skjámynd eða skjá. Þá held ég að við séum búin að setja inn að helsta í dataeditorinn og nú við getum alltaf hoppað yfir í hann aftur en við þurfum á því að halda bætinn í hann og svo framvegis eða skoða hann ef eitthvað passar ekki hjá okkur og þá getum við minnka hann hérna eða bara tekið hann út hér og af því að við erum ekki búin að gera neitt við getum reynt að vista þetta eins og staðan núna svo af því að við erum bara að skrifa hellinginn það verður nú að leiðilegt að myndum tína þessu þannig að við skulum bara prófa að sjá hvort við getum vista þetta eins og staðan er núna við smellum hérna á Analyze það er hérna það er við hliðina á eða undir Windows hjá mér allavega það sem við gerðum áðan en þegar við erum með dataeditorinn opinn þá er ég bara með eitthvað allt annað tákn hérna og ég smelli hérna líka á Build Changes. Er ekki að finna þetta? Build Changes? Analyze Project? Já. Það er sem sagt, það er svona ofan á einhvern bunga hérna. Það er ekki víst að þið sjáið hérna sem sagt hvað þetta heitir ef þið farið með örna hérna yfir en ef þið finnið hérna Project browserinn og þið voru með Open Data Editorinn. Það smeltið á kassa þarna sem er svona eins og Excel og Project browser og þið sjáu hérna lengra vinstra megin við það er Analyze Project og Build Changes eða Rebuild All Project, það má líka gera það sem bara já á það og til öryggis þá förum við hérna og smellum á File
og Save Archive og segir bara Save og vistum yfir þetta allt saman og smellum svo á disklingin Save archive. já, Save Archive og þá er það bara verkefni 1 VFGK sem að vistast það verður fyrst að smella á Analyze Project og build change það allavega og fara svo í file Save Archive og þá ætti nafnið svo að ef það hefði gefið þessu nafnið verkefni 1A vélgæslukerfi eða eitthvað eða VFGK eða eitthvað hvað sem við letuðu þetta heita að þá ætti það að vera komið fram sem nafn á skráni fyrir verkefnið Bara gott í dag. og þá erum við bara rétt að byrja daginn þakka þér fyrir og því að klukkan er bara rétt rúmlega 12 Síðan save var þetta líka. já, ég smelti á disklingin til þess að fara í save bara svo að þið þurfið ekki að skrifa þetta allt saman aftur ef að eitthvað myndi mistakast já, hér er einn með fartölu og er ekki búinn að skrifa neitt inn já en allt í góðu við eru allar tölvurnar uppteknar? Nei, ok en þetta er ekki svo mikið mál ekki svo mikið sem við erum búin að gera en ok, þá byrjum við að setja upp stigaritið og þá þá getum við minnka þetta hérna niður þá erum við getum við alltaf kallað þetta fram eða minnka það niður og farið þá erum við konur með fyrir stigaritið og við getum farið og skoða mynd 1 til dæmis það vantar vísu, það sést ekki alveg hvaða tíma við setjum á tímaliðan en við setjum inn 10 sekúndur fyrir set inn tímaliðan T-on, timer on, delay timer sem sagt en hvernig finnum við þennan timer? Það er ekkert alveg svo auðvelt að finna út af því hér höfum við allar þessar skipanir frá vinstri það er músavendillinn og svo er venjulega normally open snerta normally close snerta og svo P og N inn í svona snertu og útgangur sem heitir bara coil svo native coil og set útgangur og reset útgangur og P og N og H og C og ég veit ekki hvað þetta er og línur líka til þess að teikna Boolean connection heitir hún og svo er vertical connection líka og þetta er líka sniðugt Boolean link þá bara klárar hann að teikna línuna og eitthvað derivation og operate block og compare block þetta notum við seinna og við notum endilega jump og alls konar jump return, við notum það ekki núna svo kemur við data selection, við notum það ekki hins vegar þetta hér FFB input assistant þar finnum við tímaliðana og teljarana og það er stótt allt saman og timer pulse það finnum við þessu hér FFB input assistant þetta er svona aðstoð til þess að finna allt þetta tímalega dót og smellum á það og þá skrifum við það sem stendur inn í kassanum einfallega T-O-N timer on og þá kemur við bara með þetta T-on, bara 0-1 og við gerum ekkert annað heldur bara smella á OK, bara samþykkja þetta Hvað skrifaðu? T-O-N það sem stóð inn í kassanum T-O-N smelli á FFB input assistant það er þessi input assistant finni hann ekki Nei.
Hann númer ef við teljum frá vinstri, það verður alltaf fyrsta músatáknið. Það var ekki að fólkskrið. Innbúta sýsta. Þannig að töfrastóttir. Já. Mér sýnst þetta sé 24. táknið frá vinstri. Það er töfrasproti og svona hvítur kassi með einu striki ofalega. Ertu búin að finna þetta? Það skrifa bara tón. Já, skrifa þar í efstu línu FFB type TON. Function block type TON og síðan smellum við bara á OK. Og segjum bara, svo spyr hún af því að ég var að vista, þá spyr hún viltu breyta forritinu? Já, endilega. Og þá fæ ég þetta í músarbendilinn. Þetta eltir mig hérna padda, sem er þessi tímaliði. Og þá smelli ég hérna til dæmis bara í hérna dálk 3. Og fæ ég þennan tímaliða þar. Og einn þægilegan stað. Og svo bara byrja ég að fá kannski þessa línu, þessa efstu línu inn á Enable. Og þá vel ég hérna helst bara boolean link. Það er langt þægilegast, þá því það ekki að smetla mörgur sinnum til þess að búa til línu. Ég fæ þess að boolean link og smelli bara einu sinni. Og þá er... Boolean link? Já. Og þá fæ ég línu hérna út til vinstri fyrir EN innganginn sem er Enable inngangurinn. Það næsta sem að ég geri er að finna fyrir bilun A hérna, finna normally closed sem sagt kontakt. Og þá er það hérna táknið sem er 3. frá vinstri. Normally closed? Já. Þar ætla ég að velja inn bilun A. Og þarna þarf ég að bara gera eina línu eða aftur sem sagt boolean link til þess að klára línuna. Og ég ætla að velja bara hérna select mode aftur, bara bendilinn, músabendilinn. Ég veit að það er hægt að tvísmetla á það líka bara hvernig sem er, en kannski betra að hafa bendilinn bara. Tvísmetla á þetta og þá fæ ég boolean expression. Og núna þá smelli ég á þennan 3 punkt hérna, á takkan sem er með 3 punktum. Þá fæ ég beinustu sem sagt opnun yfir í skrá úr data editor-dótnum. Og þarna ætla ég að velja bilun A. Þetta er bara að búa þessi stigariti í forritinu? Já. Smelli á bilun A. Og þá fæ ég það hérna inn í línuna og þá segi ég bara apply og þá ætti það að komast birtast hérna og OK. Ég má líka bara smetla beint á OK, það er alveg nóg. Það næsta sem ég geri, það er að setja tíman hérna inn, PT. Það kemur ekki fram hérna í mynd, hérna á mynd 2, þá stendur hérna 5 sekundur á tímulega 2. En ég ætla að hafa þetta að 10 sekundur bara á báðum stöðum, þá hérna, hef ég nógan tíma til að fylgjast með þess og hugsa. Til þess að þetta komi rétt inn, þá skrifa ég hérna 10 og S og IT á Enter og tölvan klárar, eða forritið klárar bara restina sem er það að skrifa tvíkross 10S. Þetta gerur hún sjálf ef maður skrifa bara 10S. Þetta getur maður skrifa TS fyrir tíma og svo stendur þessi tvíkross væntanlega fyrir tölugildi 10 og svo bara einingin, það er sekundur, það er S-ið. Og svo þurfum við útganginn á tímalegan, það er Q-ið. Í tvísmellum á Q-ið og aftur smellum við á 3 punktinn hérna og náum í það sem stendur hérna við útganginn, senkun A, af því að þetta er, eftir tímalegan er senkun A. Við getum líka tvísmelt í línuna, þá kemur það hérna inn.
og síðan getum við haldið áfram hérna fyrir neðan. Þá kemur fyrsta almennilega rimin í stigaritinu, seinkun A, og það er líka normally closed kontakt, getum við kallað það. Og svo getum við farið yfir í útgang bara strax, farið í coil og merkt þetta á eftir, og við getum sett þetta kannski bara no pláss að fara bara yfir í 7 eða 8, það eru örugglega alveg no pláss. Kannski þarf jafnvel ekki vera svo breytt, en þá er alveg örugglega no pláss inn á milli fyrir allt mögulegt. Og þá ætlum ég bara að velja hérna músabendilinn aftur til vinstri og merkja þetta seinkun A. Það er í 3 punktinn, seinkun A, og þá segir bara OK, kemur á þessum stað og útgangurinn heitir grænt A. Þá tvistmelli ég útganginn, vel 3 punktinn, vel grænt A, segir OK og aftur OK. Þá er fyrsta rimin í stigaritinu komin fyrir utan tímaliðan, og síðan held ég bara áfram seinkun A, kvittun A og sjálfhelda A, og þannig höldum við áfram með þetta og veljum bara hvað við ætlum að setja þetta inn. Nú er normally open, þá velj ég það, og það er hliðtengt hérna fyrir neðan. Svo er með normally closed hérna til hliðar, setjum það og síðan útgang. Og tengjum þetta saman svona. Síðan þarf ég að tengja frá sjálfheldu og hérna upp, og þá velj ég þennan vertical connection, og þá þarf ég að vera eiginlega benda hérna á táknu hérna fyrir ofan eiginlega. Þá kemur þetta. Maður þarf að vera svolítið skakkt staðsettur með músina svo að línunar komið á réttan stað. Það er svona reynslan að þessu. Og svo er bara að merkja þetta, seinkun A og svo framvegis. Og sjálfhelda A. Og síðan var það kvittun A. Og útgangur heitir sjálfhelda A. Svona höldum við áfram með þetta, seinkun A kemur aftur fyrir hérna, og í rauninni, hvað er að gerast hérna inni? Jú, við fáum bilunina inn og það er ekki tekið mark á biluninni strax. Seinkun A merkið sem sagt, ef að viðvörunarofn gefur samband þá er 0 hér, þannig að tímaleiðin fær ekki merkið til þess að telja sig inn fyrir að kemur bilun. Ef að bilunar eða viðvörunarofn hættir að gefa samband, að þá tengist þetta hér, það er eftir þetta er normally closed, og tímaleiðin telur, og seinkun A merkið kemur inn, og þá kemur 0 hér og græna ljósið er ekki lengur inni, og seinkun A gefur hérna og setur út á minni á bilun í rauninni. Þetta er þessi sjálfhelda A, þetta er rauninni bara minni á bilun eins og við gerðum þetta. Þetta er rauninni flip-flop, sjáu þið. Þetta er settið á flip-flopnum, það er seinkun A merkið, til að starta honum, að það kom inn bilun, þetta helst inni, vegna að hér er snerta úr þessum útgangi. Sjálfhelda A er með sjálfheldi hér og heldur upplýsingunum það að það kom bilun frá inngangi A. Ef þetta skildi að lagast að sjálfu sér, að þá hættir þetta merki að koma hérna á seinkun A, en sjálfheldan er áfram inni og við nýtum hana hérna áfram. Þannig að seinkun A kemur hérna líka og sjálfhelda A er hérna fyrir neðan. Svo höldum við bara áfram að byggja þetta upp. Og
Já, síðan hérna blikkarinn og stoppblik og útgangur fyrir rautt ljós og ég ætla aðeins að hafa meira pláss hérna. Ég sé það að það er gott að hafa hérna smá pláss og vertikal tengingu hér og tengja síðan hérna á milli og svo koma nöfnin á þetta. Velja bara bendilinn, það er þægilegra, bara strax í hann bara og til þess að við fáum ekki inn einhverja villu inn í þetta, þá er langt best að ná í nöfnin alltaf inn í gagnagrunninn heldur en að skrifa þau inn. Því að ef við skrifum kannski einhverja smá stafsetningavillu í þessu, þá erum við komin með bara villu í virknina strax sko. Þannig að þetta þarf að vera alveg hárréttur inngangur og svo framvegis. Og hér erum við með senkuna. Svona já. Ok. Sjá þetta að. Og hérna er blikkarinn. Og hann er bara alltaf í gangi. Já. Já, ef að kemur þannig að það hverfur sem sagt úr listanum hjá okkur, þá þurfum við bara að smella á sína þér hérna, rétt er búin að á í þetta hér. Og sem sagt, ef að hérna, ok, ég smelli hérna og það kemur ekki neitt. Það getur verið að ef ég gerir eitthvað svona, sjáðu, þetta er nafn og það kemur eitthvað annað tákn hérna. Ef þú smellir á þetta táknið undir nafn, fær samansammerki kannski og þá kemur listinu. Kemur hann ekki við það. Eða þú smellir á eitthvað annað hérna, það fer eftir í, hvað þú hefur verið að biðja um. Það er bara hér erum við með data selection, instance selection og þetta er bara global og variables, bara global variables og þá ætti það að koma þessi listi en ég skal bara skoða þetta hjá þér. Og hvað var ég að gera? Já, ég fyrir útgangin og þetta var rautt A. Seti hérna rautt A, ok. Já, nú setjum við inn þannig TP, sem sagt, þá förum við í input assistant og veljum, eða skrifum þar inn TP, þetta er timer pulse, til þess að breyta ákveðandi merki yfir í stuttan púls til að kveikja á flautu og hverju ljósi og kemur hann einhvers staðar hér og tengjum hérna út til vinstri og við fáum hérna senkun A inn ákveðandi merki frá senkun A þá er það normally open, snerta og klárum að tengja línuna og tíman höfum við þarna 1 sekundu 1 S og enter og útgangurinn heitir þá snöggmerki A og við náum í það hérna snöggmerki A hérna þá er bara vantar senkun A hér í þrýpunktinn senkun A hérna ok og síðan höldum við áfram sem sagt með þetta setjum sem sagt næstu línur hér
og endur með fljótastopp hérna og svo setjum við inn tengimynd mynd 2 hérna fyrir bílunargang B. En til þess að ljúka þessari upptöku þá þurfum við að fara í Analyze og Build Changes hérna. Svo þegar það búið þá getum við vistað Save Archive og þá vistum við bara yfir Save bara og gefum viðvörun hérna bara Replace, já, yes og svo að lokum að smella diskingin þá vistast allt annað líka og þegar við sjáum það frosi í smá stund sko og við þurfum aðeins að bíða til að búið að klára að vista það allt saman. Þannig að núna er búið að við sjáum að það svona blár flötur sem að kemur hérna bak við vendilinn. Þegar við förum í tækjastíkjuna þá erum við örugglega búin að vista og þá getum við lokað forritinu. Og þá segjum við semst upptökuna loknað í bili